Í þessari umræðu þá oft verið að segja við okkur, sko, heyrðu, ok, þið viljið skera niður ríkinu, hvað viljið gera? Og maður bara, heyrðu, þetta svo stórt og þetta svo mikið, ég meina, maður getur tekið ákveðna málaflokka út fyrir sviga, en maður þarf að endurskoða nálgunina gagnvart kerfinu. Til dæmis eitthvað sem svona arfur frá gamalli tíð svona fyrirbæri, og ég að segja, mér finnst best að líta hver sjálfum sér næstur í þessu, hvaða sviði ertu að starfa á, allir geta hugsað þetta í samfélaginu, hvaða sviði ertu að starfa á, hvernig ríkið að vasast í þessu sviði, hvar það með puttana og það að standa sig vel, þú veist, það nauðsynlegir, það nauðsynlegt framlag, það þvælast fyrir, það raunin á mörgum stöðum, það eiginlega bara gert grínaði, eins og í okkar starfi, fjölmiðlanefnd, bara gert grín þessu. Akkurat. Þetta bara brandari. Algjör vitleysa. Þetta brandari. Það væri hægt að leggja þetta niður, gera 30% stöðu í ráðuneytinu, þar sem að væri haldið utan skráða fjölmiðla á landinu. Ég veit ekki eins og hvort að ríkið þurfa að halda utan skráða fjölmiðla á landinu. Þannig að ég held að það sé mikilvægt einmitt fyrir fólk að líta á sitt svið og hugsa hver aðkoma ríkisins, hún að hjálpa eða hún til trafala? Og ég held að í fjölmiðlunum hjá okkur þá hefur maður séð að því að maður þekkir sitt svið, þess vegna getur maður fullyrt það. Það miklu erfiðar fyrir mig að segja, Veðurstofan. Hún ekki, ég er ekki heimavelli gagnvart Veðurstofunni, en það örugglega einhverjir sem hafa sína skoðun á Veðurstofunni, sko. Eru of margir í fjármáladeildinni eða eitthvað svona. Þá geta þeir haft skoðun á því. En ég þekki mitt svið. Fjölmiðlanefnd, það eru nokkur 100 milljónir held ég, einhverjar 100, ég þyrfti að fact-checka það, en það eru einhverjar verulega fjárhæðir sem farið að reka þetta og það gerir ekkert gagn. Og þvælist bara fyrir. Og er atlægi innan fjölmiðlabransa. Það er allir sammála að, þú veist, að því núna held ég að þeir hafi fengið þetta hlutverk að útdeila styrkjunum sem aldrei áttu að vera, en það er, eins og ég segi, starfsmaður ráðuneytið 20% vinnu getur útdeilt þessu styrkjum bara, þarna, þetta bara gert einu svona árið, þetta bara létt verk og lögumannlegt. Þannig að það er dæmi það sem að ég þekki sviðið og ég veit að þarna eru að eyða óþarfa peningum. Og það á stefnuskrá Miðflokksins að loka fjölmiðlanefnd? Já, ég held að það væri alveg hægt að leggja hana niður, sko. Það væri bara, það þurfti að skoða hvað þarna, hvað verið að gera þarna, hverju verðu að halda, en við þurfum ekki að hafa þetta marga snærum fjölmiðlanefndar að skrifa þarna, sko, eitthvað stafrænt læsi eða miðla læsi, af því að það er það sem gerist, sko, starfsmönnum fjölgar og síðan er þetta ekki með hlutverk, þannig að bara, getur ekki bara fara að skrifa greinar og vísi snjallsímanótkun barna eða eitthvað, skilur. Það var aldrei pælingi með fjölmiðlanefnd, en þetta er arfur frá einhverju samhengi þar sem að það þurfti að vera einhver nefnd sem fylgdist með fjölmiðlum eða hvernig það er. En ég meina, og bara það að ríkið hafi einhvern veginn ákveðið að setja alla fjölmiðla landsins á jötuna, sko, sem var bara ótrúlegt skref, sko. Núna fara 500 milljónir ári í þetta, sko.